Góða kvöldið, kæri áhorfendur og velkomin með okkur hérna á ÍA-TV Íþróttahúsi á Vesturgötu á Akranesi. Þetta föstudagskvöld, síðasta föstudagskvöldið sem getur notið svona einhvers frelsisafviti í bili allavega. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fara hérna með ykkur í gegnum leik ÍA og Sindra í fyrstu deild kalla í körfubolta. Þessum liðum hefur gengið mjög misjafnlega undan þessum af tímabili þegar loknum eru 6 til 7 leikjum. Þá sitja Sindramenn eftir 7 leiki í 3. sæti með 10 stig, með jafnmörg stig og Haukar sem er einnig þeir eru skráður í öðru sæti eftir 6 leiki en Höttur taplausir en þá á toppinum með 14 stig. Skagamenn hins vegar sitja á botninum með 0 sigra í 6 leikjum og tapað öllum sínum 6 leikjum hingað til og þannig að það er óhætt að ímynda sér að hér fá að sjá enn einn erfiðan leikinn hjá Skagamönnum, en þetta er allt í rólegheitunum að koma. Ákveðið vonbrigði að nýr leikmaður, erlendur leikmaður liðsins fékk ekki leikheimild fyrir þennan leik. Sjáum hann hérna út á miðjugólfinu í rauðri hettupeysu, Hendri Engelbrekt, miðherji frá Íslandi sem að bara það var eitthvað tölvukerfi úti í Evrópu sem að hindraði það að hann fengi leikheimild í tíma og þannig að við þurfum að bíða eitthvað eftir að fá að sjá hann spila fyrir ÍA. En það er við förum kannski aðeins yfir lið gestana svona og helstu tölfræði hjá þeim. Þar erum við með sennilega, allavega með við tölfræðina er hægt að sjá Detrek Markval Browning, bandarískan leikmann liðsins. Hann er með 26 stig að meðal til leik, meðal framlagi hjá honum 27,1 og þryggjastæða nýtingin hjá honum alveg mögnuð 44,4% nýting sem er náttúrulega bara alveg lygilegt og reyndar held ég að við getum verið að ímynda okkur að þetta sé nú bara ansi gott skotlið. Sindramenn með samtals 35,4% þryggjastæða nýtingu í vetur hingað til og andstæðingum hins vegar hefur ekki gengið eins vel að hitta meðal nýting þeirra í leikjumnum, þessum 7 leikjum 26,1, þannig að það er mikill munur þar á. Nú, eins og ég sagði, það er Detrek Markval sem er, já, greinilega mikill leikmaður í þessu liði. En einnig er sá sem er með bestu nýtinguna, Anders Gabriel P. Adersteg, hollenskur leikmaður er að frákastahæstur. Simon Kovacs með 11,8 frákasta meðal til leik. En getum við kannski bara að rifja upp hvaða leikin þeir hafa lokið. Síðastu umferð spiluðu Sindramenn á heimavelli gegn Hetti í toppliðinu og sá leikur endaði 96-100, mikil spennu leikur, en einnig hafa þau byrjuðu reyndar tímabilið á að tapa fyrir Haukum 90-66, en síðan unnu þeir Hrunamenn á heimavelli, unnu Selfoss á útivelli, unnu svo Álftanes heima og Hamar úti. Koma þarna 4 sigurleikir í röð áður en þeir mættu síðan Hetti. Ef við kíkjum aðeins á Skagaliðið og svona það helsta sem er að frétta þaðan, þar erum við með skulum sjá, Kristoffer Khalid Klóver er stiga hæstur að meðaltali með 27 stig og við höfum ekki séðan hérna í beinni ennþá. Hann var ekki komið með leikheimild hérna þegar við sýndum, þetta var þegar ég satt hérna í leik gegn Haukum í fyrstu umferð, en með 27 stig að meðaltali í leik og heila 6,8 villur fiskar. Hann er með þryggjastæða nýtingu upp á 37,9 og hann er svona, já, ég myndi segja nánast allt í öllu
Hann frákasta hæstur einnig með 7 frákasta meðaltali. Næst stigahæstur í liði Skagans Nestor Elijah Sá. Mér langaði aðeins að ég fór að rýna aðeins í tölfræðina hjá honum og það dálítið merkilegt þegar maður skoðar hann að hann með, eins og ég sagði, 18,8 stiga meðaltali en það hefur verið gríðarlega sveiflukent hjá honum og svo virðist vera að honum, líði ekki nógu vel hérna á Vesturgötunni. Ég veit ekki hvað það en hans bestu leikir að koma á útivelli. Síðustu 2 útileikjum hefur hann verið með 27 stig og framlag upp á 22 punkta og 29 punkta og í útileiknum þar áður með 24 stig gegn Hrunamönnum en í síðustu 2 heimaleikjum með 9 stig í báðum leikjum og það kannski áhyggjuefni fyrir Skagalið þegar að erlendur leikmaður, hvaða leikmaður sem spilar, það svona mikill munur á frammistöðu hans á hvort sem hann á útivelli eða heimavelli en það uppbygging í gangi hérna og margir ungir Skagamenn hérna sem að fá hérna tækifæri til að spila í fyrstu deildinni og með þessum erlendu leikmannum og sjáum að Hendry þó hann sé Engelbrekt þó hann sé ekki með leikheimild þá hann að taka þátt í uppbytuninni. Það rétt 2 mínútur fram að leik og væntanlega tölfræðin að komast í loftið þannig að við getum farið að fara yfir liðskipanina. Ekki komið í loftið að sjá hér. En þá búið að flauta 1 mínútu. Hugo Salgado að sjálfsögðu þjálfari Skagamanna. En engin annar en Ísrael Martin, þjálfari Sindra, gerði nú garðinn frægan, ekki síst á Norður- og Söðurkróki, kannski þekktastur fyrir það hérna á sínu ferli hér á Íslandi. En spennandi að sjá hvort að Sindramenn séu komnir hérna til þess að rúlla yfir Skagaliðið eða hvort að Skagaliðin að stíga einhver skref í rétt átt. En dómarar hér í dag, Einar Valur Gunnarsson og Bjarni Rúnar Lárusson. Það búið að flauta á menn hér. En tölfræðin ekki komin í loftið. Þannig að við vonum að það komi nú fljótlega. Go, Red!
Já, þá þetta allt saman að fara í gegn. Þórður Freyr, Nestor, Kristófer, Ásbjörn og Ásþór. Og það Skagamenn sem að vinna uppkastið. Koma hér í fyrstu sóknina hér. Það Þórður á Nestor. Nestor stóðsendingahæstur í liði Skagamanna með 3,3 stóðsendingar að meðaltali. Áhugaverð kvöldfræðinni að Þórður Freyr, einn ungi hér með flest reynd 3 stiga skot í liði Skagamanna. En hér koma Sindramenn og fínasta vörn þarna hjá Kristófer. Það eru fleiri leikir í gangi. Skallagrímur Selfoss, Álftanes Hrunamenn, Hamar Haukar einnig í fyrstu deildinni í kvöld. Þórður Freyr með skotið, hittir ekki. Það Tómas Orri sem að tekur frákastið, kemur boltan upp. Það sé hann Ísmael. Það Gríms og Patrik setur hann síðan á Anders Gabriel. Kemur fínasta hreyfing þarna. Og Patrik kemst upp að körfunni og vill að dæmda Ásbjörn Baldinsson. Það Patrik John Simon með 15,3 stiga meðaltal leik, 10 fráköst. Það bara 2 benna að meðaltali í honum. Hann setur fyrir að víta skotið niður. Og setna að Geirar en fínasta frákast þarna hjá Anders. Setur hann út á Tómas Orra. Og hreyfinguna Petrek með feitavegið. Setur hann niður, kallið skot. Kristófer upp með boltan að sinni. Stíf vörn hjá Sindramönnum. Þórður Freyr. Kristófer, hann kemur ræðist á inn á tegin. Broti á honum. Lilla dæmt sýnist mér á Anders Gabriel. Andersteg. Kristófer setur fyrra á víti niður. Og það síðar að Beinstóni fínt að koma finna skottaktin hérna. Það kemur Browning, fínasta vörn. Browning fær hann aftur, sendur hann út á Patrik sem að reynir skotið. Það Þórður Freyr sem að rífur þetta frákast í sig. Það smá hjálp hann frá Arþóri. Kristófer, Arþór, Þórður. Það er reyna upp í gegn hrein, Nestor fær hann hjá Arþóri. Það síðan aðra hindrun. Nestor fer í skotið, hittir ekki Arþór í baráttunni. Frábært frákast en hann missir af boltanum þarna. Ísmael sendir frábært sending hjá honum þarna á Andersteg sem að leggur hann onni. Ísmael Herrero González með 5,9 stóðsendingar í leik að meðaltali hingað til. Og stíft pressað hérna á Kristófer. Hann meitti sig nú eitthvað hérna og dómarinn stöðva leikinn. Meittir á hendi hérna. Fingri líklega. Sá nú ekki almennilega hvað gerðist þarna. En það var þetta að leita eitthvað skringilega út. Hann stoppaði bara hann út á miðju góli með boltan í höndunum. Upplýsingar 10-6 yfir gegn Hrunamönnum. Skallagrímur Selfoss, þar er staðan 2-2. Haukar
10-0 yfir gegn Hamri, fylg byrjun hjá þeim. Áspjöld beint upp í þristinn, framan á ringinn og þá kemur Browning setur hann á Patrik sem að ræðist inn að körfunni og Arnór er ekkert að ráða við hann þarna. Nestor á Áspjöld, Nestor fær hann aftur. Nestor með flottar hreyfingu, fer í skotið, hittir ekki. Og það er John Simon sem að frábært Ísmael hérna, setur hann síðan út á Patrik. Hóttar skotinu, sendingin aftur út í hornið á Ísmael, það hittir ekki. Það kemur Kristoffer, hægir á sér hérna, tekur Eurosteppið út á Nestor. Nestor kemst upp á körfunni eða hvað, og stutt. Browning inn á Tómas Orra, hann á. Þetta er vel klára hann að seinna skiptið á Patrik. Já. Sindramenn á að hlaupa hérna og sóknarbrot dæmt á Arnór. Óluleg hindrun. Já, ég veit ekki með þetta, það er kannski áhyggjuefni hér fyrir Skagamenn hins vegar að Kristoffer Khalid Glover er farin út af núna, heldur úlliðin á sig, vinstri úlliðin. Það er mikið áhyggjuefni en Arnór að fá villu hérna. Sjálfur sá ég nú ekki mikið athugavert við þessa hindrun. Sendingin með Aron Dagsson komin hér inn á í staðinn fyrir Kristoffer og einnig búið að skipta Viktor Skagamenn hérna þar í horninu. Kristinn setur hann niður. Frábært skot þarna. Þetta er Daði Már auðvitað Alfreðsson komin inn á. Vel klárað. Daði Már Alfreðsson, fín innkoma á honum hérna. Gefur, þetta er tæp sending hérna og enn einu sinni er það Patrik. Það er treður að þessu sinni og þá taka Skagamenn leikhlé. Já, ekki skrítið en Daði Már hérna var svona kveikti aðeins í Skagamönnum með þessum þristi hérna en Skagamenn búin að tapa boltanum allt og oft. Við erum núna 3 tapaði boltar hérna strax á fyrstu 5 mínútunum og hafa allir enda með körfum hjá Sindramönnum. Patrik kom með 9 stig fyrir Sindra. Leiðir þetta og staðan 13-5. Browning kom með 3 fráköst. Frákast að eftir Skagamanna, Þórður Freyr Jónsson. Það er mjög áhugavert. En Aron Elvar Dagsson, já, tekur innkasti hérna. Pressa allan völlin hérna, Þórður Freyr fær hann, aftur á Aron. Innkast sem að Skagamenn eiga. Sittur með láta Skagan hafa fyrir því að koma boltanum upp völlin. Aron. Guðrun, hindrun. Það er smá hjálp frá Áspjörni hérna. Aron ennþá með boltan, setur hann út á Áspjörn. Áspjörn í vandræði með boltan. Finnur Nestor. Nestor snýst. Fínasta vörn hérna hjá Anders. Kemur Kristur inn, hann er af. Og Patrik með frákast. Kemur Ísmael.
Framhjá Þórði, slöggsending hjá honum, Aron stólinn borta hérna. Aron á Þórð sem að stilla upp í sókn hér, Ásbjörn á Nestor. Aron með smá pláss hérna, Ásbjörn snýr inn. Ásbjörn, erfitt skot. Vörnin búinn að vera mjög erfið fyrir Skagamenn að brjóta niður. Þannig að Anders út á Tómas fer í árásina. Frábær vörn hjá Ásbjörni. Baldursinni hana. Hefði nú mögulega geta klárað þetta með að fá bara sóknarveillu, sýndist mér. En mitt var aðeins bóttan slóðan út af. Það er Anders í tveggja stiga skot. Nestor tekur frákastið. Nestor fer í árásina. Át á Dag. Heppinn að fókja sig skref þarna. Dagur með sveituskotið. Gjaldið og niður. Ég veit ekki hvort ég sagði Dagur, en þetta var nú Aron sonur hans. Mikil barátta þarna, en Aron endar með frákastið. Aðeins betra hérna hjá Skagamönnum. Sindrimenn eru búin að vera ansi drjúgir í frákastunum. Nestor ræðist á körfuna, allt og erfitt. Þannig Browning á þvílíkri ferð og Daði brýtur á honum. Einhverjum bókum myndi þetta kallast góðvilla. Það búið að búa þessum þumanninn á Kristófer. Skagamenn með 18% skotnýtingu hingað til í leiknum. Á móti 46 hjá Sindra og fráköstin eru talsveit mikið gestamegin. Browning öruggur á vítalínni, fær síðan skiptinguna og inn á í hans stað kemur leikmaður númer 1 Sigurður Guðni Hafsson. Það er Nestor sem berur boltan núna, Þórður Freyr farinn af velli og Kristófer skipti við hann. Þannig Nestor finnur Kristófer, hann fer í árásina, okkurlega gert hjá honum. Daði með fínt frákast og brotið á honum síðan hérna. Tómas gerir það. Brotið á honum, hann klárar það. Þetta var vel gert. Fínasta innkastkerfið hérna sem skilaði 2 stigum og víti fyrir Skagan. Og Kristófer Kalli Klóver á vítalínni, þriðja víti hans og ný 15-10 og koma Sindramenn. Ísmael sendir hann hérna út á Sigurður fer inn á teginn. Sendingin erfið hérna fyrir Patrik, en hér er einnig komin inn á nummer 8 hjá það kemur langskot. Nestor tekur frákastið og verður sem vera brotið á Aroni hérna en ekki dæmt. Innkast hins vegar, en það er komin inn á leikmaður nummer 8 hjá Sindra, Tómas Andri Bjartsson. Spilar 10 mínútur að meðal í leik. Patrik, fína hreyfingu þarna, en vörnin er búin að, þeir eru bara aðeins að taka til í vörninni á sér heimamenn. Svona aðeins duglegri við að trufla skotin. Aron inn á Nestor, það er tímend á hann, en Sigurður tegir sig hérna
og fær á sig vituna og skipting inn á kemur leikmaður númer 8 hjá Skagamönnum. Það er Tómas Andri hann á rugglast á milli liða hérna áðan. Árni Birgir heitir hann hjá Sindra sem er númer 8 þar. Aron með flotta hreyfingu, spjaldi og nú hann hefur einhvern tímann hort á pappa sem spila körfubolta, það er auðvitað mál. Og þetta er ekkert svona eitthvað hátt af spjaldinu, það er bara fast í ferningin. Frábær sending þarna frá Ísmael og vel klára hana hjá Anders. Kristoffer út í hornið á Daða, Daði aftur í þristin og nei, hann hefur stíð á línu. Þetta var bara replay frá því áðan. 17-14. Þetta er að Skagamenn búin að vinna sig vel inn í leikinn hérna. Það er Sigurður aftur á Ísmael. Tekur nú grúsalega mörg skref hérna en hann tek boltan. Ísmael horfur undir í hornið Sigurður. Það er fram hjá Aroni og Aron brýtur á honum. Frábærlega klárað hérna hjá Sigurði. Sigurður Guðni með virkilega mjúka afgreiðslu hérna. Aron dæmt hindrun og hann hérna. 19-24. Kristoffer boltan. Reynir sendinguninn á Daða. Daði nær þessu fyrir rest. Á Aron, Ásbjörn, 11 sekundar á skotklukkunni. Kristoffer ber í skotið. Einsteini, ekkert nema með þarna. Já, hann er hörkuskytta. Hörkuskytta þessi strákur. Já, vörnin aldeilis fín að lifna við. Anders með flotta hreyfingu þarna. Og vill að dæmda á Daða sýndist mér. Já, gríðarlega snöggur á fótunum hann Andrés Gabriel Adistek. Maður upp á 17,4 stig að meðaltali leik. Með 4 stig hér. Það sem af er leik. Já. Lítið, milli Johnny. Já, misnota bæði. Hér kemur langur bolti fram, Tómas Andri. Aðeins og hraður hérna, sett hann í spjaldu og fram hjá Aron með frákastið. Kristoffer náði fram fyrir miðju áður en hann greip boltan hérna. 10 sekúndur á klukkunni. Ásbjörn kemur í hindrunna, Kristoffer með flott skot hérna. Fínasta frákast hjá Árna. 15 sekúndur á klukkunni. Tómas, já, Ísmael. Hindrun frá Anders, Anders rúlar inn. Sigurður í horninu, hótar skotinu, næði ekki. Það er síðan Árni Birgir með skotið og þar með líkur fyrsta leikluta. Staðan 20-17. Hér Skagamenn, já, Sindramenn byrjuðu leikinn mun betur en eftir að Skagamenn tókst að stöðva, já, við náðum aðeins að skrúa fyrir Patrick John sem hefur ekki skorað stig í rauninni eftir síðustu 5 mínúturnar í þessum fjórðungi sem er þó stigahæstur með 9 stig hjá Sindra. Kristoffer Khalid Klóver með 8 fyrir Skagan, Daði Már með 5 hjá Skagamönnum og Aron Elvar 4. Aðrir stigaskorar hjá Sindra eru Anders Gabriel Adistek og Derek Markvann Browning með 4, báður 2 og Sigurður Guðni með 3. Patrik einnig frákastahæstur í leiknum með 5 fráköst. En staðan í öðrum leikjum, Skallagrímur er að vinna Selfoss 22-18, jafnleikur þar, Álftanes 28, Hraunamenn 25. Haukar með nokkra yfirburði í Hveragerðinu, 26-14 er staðan þar.
Þar í öllum þessum leikjum fyrsta leikluta lokið og sýnist vera óbreytt lið hjá Sindramönnum. Nei, Ísmael komin af velli. Tómas Orri kemur inn á fyrir hann. Nýleikmaðurinn hjá Skagaliðinu. Leikmaður nummer 1, Davíð Alexander, sem að hyllaði mig nú hérna í fyrsta leiknum hérna á tímabilinu gegn Haukum. Og þá í rauninni frekar nær ekki að Áspjörn kemur inn að körfunni, fær villu, dæmda að opna. Áspjörn fyrir á línuna og ákveðin hérna Bubbi eins og hann er kallaður. Já, setur fyrir að víti niður, minka munn í 4 stig. Og seinna sjálfsögur líka. Kemur Browning, Kristoffer sem að spila vörn á hann núna. Fær hindrunna, hindrunna Tómas. Sigurður kemur upp úr horninu og fær hann. Þetta Stegvit fá hann hana. Þeir á Daða með frábæran snúning. Aftur með sveifluskotið, Áspjörn rífur þetta frákastliður. Davíð með langan bolta fram á Daða og hann þurfti að fara hans í langt með fótinn hérna og steig á línuna að mati dómarans. Browning, Anders gefur honum hindrunna. Tómas í skotið, hittir ekki, aðeins og langur hérna, Kristoffer. Fram á Tómas. Já, yngast sem að skaman eiga hérna Tómas. Áspjörn, já, Kristoffer með stöðu undir körfunni, gerir þetta virkilega vel. Villa á Sigurð, hans önnur, þá kemur skipting. Patrik kemur aftur inn á og auk þess leikmann nr. 4, Birgir Leó Halldórsson. Klóver setur fyrra víti niður. Og seinna, hann ekki búinn að klikka á víti ennþá. 22-21. Sigurður. Browning. Og kemur skoti úr horninu. Nýkominn inn á hérna. Sigurður nær á endanum frákastinu. Kemur langskot, Patrik nær ekki að setja hann, Anders missir hann síðan út af. Þeir eru bara að þurfa að hafa aðeins meira fyrir hlutunum. Davíð, Stífvörn, Browning og Kristoffer nær þessum bolta. Fer í árásina, tekur snúning, frábær snúningur hann sér. En mjög erfitt skot. Fór í spjaldi og yfir hringinn. Browning gegn Kristoffer, Browning kemst upp að þetta frábærlega klárað. Geggjur hreyfing og sjáu hvað hann mjúkur upp við körfuna. Það er Kristoffer. Tekur skotið, nálagt í en ekki þó alveg. Patrik með frákastið. Það er Anders, það er Evrópuskrefið og flott skot, það er bara allir pakkinn. Klóver Sigurður á móti honum og Davíð
Ásbjörn býður hindrunna, frábær sending og þetta var virkilega vel spilað. Tómas Andri leggur hann onni hérna. Browning inn á Anders. Ná er það Sigurður. Patrik ræðst inn að körfunni og vill að dæmda á Ásbjörn hérna. Og ja, 2 víti og koma Nestor inn á og Ásbjörn fer út af fyrir bróður sinn Þorleif Baldunsson og Tómas Andri fer einnig að velli. Hangetsinn koma hjá Tómasi. Jájá, Patrik döð breiður hérna, herra stúkan tekur við sér fyrir störa. Ísmael að koma inn á aftur. Ísmael Herrero González 11 stiga meðaltali. 5,9 stóðsendingar og hér er stólinn bolti á Anders. Ísmael var náð að stoppa Davíð þarna á erfiðu stað og Anders sá það og lét vaða í þennan stólna bolta. Nestor fær hindrunna, missir boltan aðeins frá sér. Fínasta hreyfing hérna hjá Davíð en erfitt skot. Patrik allt og stór fyrir hann þarna. Og Patrik gríðarlega sterkur og uppkast dæmt og það eru Sindramenn sem að eiga boltan. Þá kemur Aron Elvar inn á ný fyrir Davíð Alexander. Nei, byrju við, það er Örinn, menn er að gleyma sér á Örinni. Þetta er erfið sending frá Þorleifi og frábært skot hjá Browning í horninu, Kristur og stelur boltanum af Kristoffer hérna. Þetta var allt og létt og þá er tekið leikhlé. Sindramenn búnir að bara snúa leiknum algjörlega sér í vil á ný, komnir 11 stigum yfir eftir að Skagamenn voru búin að jafna leikinn. Ég veit ekki hvort að þetta heyrist nógu vel. Þannig að fá að heyra hérna á bekknum hjá Skaganum. Já, Patrik sem fyrr stigahæsti leikmaðurinn hjá Sindra með 10 stig eins og Kristoffer Plover hjá Skaganum. Daði Már með 5 hjá Skaganum og Aron Elvar 4. Ásbjörn Tómas með 2. Hjá Sindra er Anders Gabriel með 8 stig, Browning með 6 og Sigur Guðni með 3. Patrik einnig frákastahæstur kom með 8 fráköst. Sjáum svo að samanlið heldur sér hjá Skaganum þrátt fyrir þennan reiði lestur sem þeir fengu. Ég sé að Martin hefur sjálfsagt verið allur sáttari með sína menn. En við sjáum að Sindramenn eru bara með hápressuna. Aron gerir þetta vel og þá er bara að ráðast á körfuna. Davíð klárar. Kom með 7 stig. Browning gerir þetta virkilega vel. Tókuð eftir hvernig hann geymir boltan hérna þegar hann er á keislunni. Aron við reyna að setja hann í gildru hérna. Hár bolti yfir til vinstri. Nestor á Klóver. Daði fær hann undir. Hann er með minnimann á sér. Aron kemur. Setur hann af spjaldinu og yfir hringinn. Anders.
út í horni á Birgir Leó og hann setur hann aftur út á Anders. Þá kemur Ísmael heitir hann víst og Birgir Leó með Krist 39-25. Náður í bakhald að Nestor, já. Nestor henni að halda boltanum í horni á Daða. Þannig að Birgir Leó að stökka Daða hana. Þorleifur erfið móttaka hjá honum. 6 á klukkunni. Kristoffer fer í þristinn. Fínasta jafnvægi, setur hann niður. Frábært skot hjá Kristoffer Klóver. Browning er í árásinna, setur hann upp í hornið á Patrik. Patrik í þristinn, beint honni. Þeir að farnir að hitta aftur. En það kannski að fá litið opnari skot. Þeir voru hérna á tímabili undir lok fyrir fyrsta leikluta. Nestor, Daði vill fá hann undir. Birgir Leó minni en hann. Daði nær ekki að komast upp á körfunni hins vegar. Og Ísmael nær þessum bolta af Aroni. Reynir sendinguna aftur fyrir bak en í fótinn á Daða og út af Ásbjörn Baldvinsson. Kemur aftur inn á fyrir bróður sinn. Anders á Birgi. Patrik fær hann undir. Ásbjörn til varnar. Frábærlega gert hjá Patrik. Einu smála, það er verið að setja kraft í. Frábærlega gert hjá Nestor, þetta var vel gert hjá honum. Skaginn þarf að fá meira frá honum hérna. Eins og ég kom inn á fyrir leik, hefur ekki verið með nógu mikið framlag á heimavelli. En hann hefur alveg sýnt á köflum hvað hann getur. Hérna, hann bara verður að gera á gröfu að það gerist oftar. Það var skipting hjá Skagamannum, Daði Már fór af velli. Tómas Andri kom aftur inn á í hans stað. Browning. Henni að búið sér til plássina, Ísmael. Skrítið að sé ekki dæmt skrifa á þetta, hann fann að hoppa af stað áður en að byrja að dröfla boltanum. Það er Nestor aftur, Anders í varnar. Ásbjörn. Og fínasta kött þarna hjá Kristoffer sem að setur hann brotið á honum. Það er Birgir Leó sem að fær villuna. Það var virkilega vel klárað hjá Kristoffer. Og henn hann á vítalinnu, hefur ekki misnútt að víti ennþá í kvöld. Og hann ekkert að taka upp á því hér. Líka munni 12 stig. Birgir. Patrik. Þetta dræfinu. Hætti við, menna litlið að Tómas nái boltanum hana. Browning fer bara í skotu með Kristoffer fyrir fram að sig. Þá setur það. Silkimjúk. Aron. Ísmael við það að spila boltanum hana. Aron fer bara áfram sjálfur, setur hann að spjaldinu en ekki onni að þessu sinni. Og sennilega bara of hátt. Anders ræðist á körfuna. Ásbjörn gerir nótur truflan. Og Nestor og Tómas Andri hann að berjast frákastið. Og missa boltan út af 15 stiga munur. Hörkuleikur í Borgarnesi. Skallagrið með 37, Selfoss 38. Eins á Álftanesi, Álftanes 55, Hrunamenn 49. Hamarsmenn konur inn í leikina gegn Haugum á heimavelli 34-37 staðan þar. Kemur Aron Elvar af velli. Elín Freyr kemur aftur inn á. Birgir Leó í þristinn. Nú fastur. Og mikið baráttu frákastið. Endar hjá Nestor, Ásbjörn síðan. Já, en vel gert þarna hjá Birgir Leó sem var vann tilbaka. Komst inn í þessa sendingu.
og Browning fer í þristin, beint onni í þvílík skipta. Þessi strákur hafði hægt sig í fyrsta leikluta en hann aldrei búinn að stimpla sig inn hérna í annan leiklutanum. 18 stiga munur núna 52-34. Þórður brotið á honum. Birgir Leó gerir það, fær 2 skot. Þórður Freyr setur fyrir að víti niður. Seinna, hann hefur búinn að koma sér ungur, þá er hann örgulega búinn að taka fleiri vítaskot en flestir. Anders, fínasta vörn í áspilni en vel klárað hjá Anders. 54-36. Þórður, Ísmael pressar á hann. Það er Ísmael sem á þessu snertingu en að Þórður má taka hann. Sendingin á Kristófer ekki nógu góð. Það kemur Arnþór aftur inn á núna fyrir Ásbjörn. Og nýr leikmaður inn á Sindra, nr. 5. Erlendur Björgvinsson. Spilari jafnaði inn á 50. Hingað til á tímabilinu. Ísmael. Þórður Freyr til varnar. Ísmael kemst hann til langt, sendur hann út á Anders. Anders fer síðan í árásina, sendingin aftur fyrir bak á Patrik sem nær ekki að klára. Nestor gerði nóg til að trufla hann þarna. Nestor með litratakta hérna, Browning til varnar. Við það að stela boltanum hann, Nestor ennþá með hann og síðan brotið. Það er Patrik sem að gera það. Það er komin bónus. Nei, það er ekki komin bónus eða hvað? Já, 2 skot. Jú, Nestor var alveg með það á hreinu. Já, Nestor setur þetta víti niður. Komin á með 4 stig. Og 5. Það koma Sindramenn. Vel skipulagður sóknarleikur hjá þeim. En það er engin aukvist að þjálfa á. Þórður Freyr var hann út af, þetta er rétt, en það gerði Kristófer Browning aðeins erfiðara fyrir og leikli tekið. Það eru Sindramenn sem að gera það eftir þegar 51 sekúnda er eftir af fyrri hálfleik. Detrek Markval Browning aldeilis búinn að rífa sig í gang, hérna komið 19 stig eftir að hafa verið með einhver heldur 3 eða 4 eftir fyrsta leikluta og Patrik með 17, Anders með 10. Gríðarlega sterkir erlendi leikmenn hann hjá Sindra greinilega. Hjá Skaganum er það Kristófer Klóver með 16 stig, Daði Már með 7, síðan Nestor með 5. En það eru, ég held að sé óvægt að segja, það eru fráköstin sem að eru svolítið að svona eru talsvert Sindramönnum í vil. Það tekið 23-17 og eins skotnýtingin er bara gjör ólík. Þó eru Skagamenn enn sem komið er með betri þryggjastæðnýtingu en með 37% nýtingu gegn 35 hjá Sindra en tveggjastæðnýtingin er þar sem að munurinn er. Skagamenn voru að misnota mikið að skotum upp við körfuna í upphafi leiks sérstaklega, menn að Sindramenn hafa verið svona aðeins grimmari við að klára sitt. Tómas Andri aftur komin inn á fyrir Skagan. Ísmael Browning grunnsanlega lausið í hóllinu en hann ákvað að taka ekki skotið. Anders á Patrik. Skaginn komið í svæðisvörn sýnist mér.
Það er hættulegt á móti góðum skotliðum en virkaði þarna. Nestor á Kristoffer sem fyrir beint upp í þristinn og Tómas Vittan á þessu frákasti var komin aðeins og nálægt körfunni þarna. Gríðalegur sprettur hérna hjá Browning. Setur hann upp, það er Ísmael síðan í þristinn, hittir ekki og Arnór enda með frákastið. Nestor, Browning til varnar, Nestor heppinn þarna, náði að halda honum inn á. Nestor fastur með boltan þarna og 5 sekundur dæmdar á hann. Menn voru ekki alveg með á hreinu, hann vantaði aðstoð þarna. 7 sekundur, 7,3 eftir að fyrri hálfleik. Og þá er hópskipting hjá Skagaliðinu. Þegar kemur Alex Tristansson og Július Dúra núna. Sem og Daði Már. Alex Tristan Sigurjónsson er auðvitað. Má auka hvíld. Og vill að dæmda Július hérna. Og engin skotréttur kominn, það er innkast. Þetta var ágætis villa hjá honum, Júliusi. Andrés fær hann upp við körfuna og keyrir að henni og klárar þetta og kemur Sindramönnum í 56 stig. Mikið skorað hérna hjá gestunum, 56-38 í hálfleiki. Nýbúinn að fara yfir helstu skorara, þannig að ég ætla ekkert að vera þreytingu með því. Hálfleikstölur í öðrum leikjum í deildinni, 45-43 fyrir Skallagrín gegn Selfossi í Borgarnesi. Á Álftanesi eru heimamenn 58-49 yfir og Hamarsmenn komnir yfir gegn Haugum eftir afleita byrjun. 42-39 er staðan þar. Hér 54-38 fyrir Sindra. Við tökum okkur hlé hérna eins og það eru leikmenn. Nei, aðri leikmenn. Eins og leikmenn. Og komum aftur hérna með síðari hálfleikinn eftir smástund, ekki fara langt. Gaman að sjá sko, eins og Jón fór að segja, þegar þessi nýjungur komin aðeins meiri hæð en vantar miðri sko. Sér það bara að þessi hardsókur og hálsspjöld skilur við sem eru að
þá þetta bara eitthvað white noise. Já, en samt sko það kom þetta mér. Ekki að koma eitthvað sound inn á vélum. Sjálfa, já. Því nú ég búinn að mjúta þetta rosalega skrítið. Það eitthvað þetta. Já. Ég ekki með Phantom Powerið á núna.
Jæja, velkomin aftur að skjánum. Það síðari hálfleikur hérna framöndan í leik Ía og Sindra frá Höfn í Hornafirði. Staðan í hálfleik 38-56. Örn Arnarsson heiti ég, eins og ég gerði í fyrri hálfleik og ætla að fylgja ykkur hérna til loka þessa leiks. Rétt 1:40 í það síðari hálfleikur hefjist. Álftnesingar, svo við förum aðeins yfir stöðuna í öðrum leikjum, sigri hálfleikur hafinn bæði í Borgarnesi og Álftanesi. Skallagrímur ennþá yfir gegn Selfossi 45-43. Álftnesingar aðeins búin að taka vel á því 67-51 gegn Hraunamönnum. Hamarsmenn yfir gegn Haugum, en þar ekki sigri hálfleikur hafinn. En það óvægt að segja að það verður spennandi að sjá hverju að Hendry Engelbrekt getur breytt fyrir þetta Ía-lið. Það vantar náttúrulega, við hefur vantað miðherja, svona hreinræktaðan miðherja. Þetta leikmaður upp á 6 fet og 9 tommur. Nú geta menn farið að reikna hvað það þýðir í sentimetrum, en klálega hefur hann hæð sem að hefur vantað í skagaliðið, já, nánast síðan að Jón Orri Kristjánsson og Fannar Freyr Helgason lögðu skóna á hilluna. Allt of snemma, segja margir. Allt of seint, segir einhverjir aðrir. Ég allavega á fyrri skoðunni. En þá allt að vera til reiðu hér. Sýnist að vera nei, það nú ekki byrjunarliðið sem að byrjar síðan áleikinn hjá Skaganum, en byrjunarlið Sindra mætt til leiks. Aron hérna inn á sem og Daði Már sem að voru ekki í byrjunarliðinu, eru hér inn á ásamt þeim Ásbirni, Nestor og Kristoffer, og þetta bara allt og auðvelt strax í byrjun hér. Villa dæmd á Browning en þetta allt og auðvelt hérna strax í upphafi, en gríðarlega sterk pressan hérna hjá Sindramönnum, vel útfærð oft á tíðum. Nestor Ásbjörn fær hann hérna og Kristoffer engin villa hérna og hann hefur fengið high five hérna. Nestor erfitt, Aron 4 sekundur á klukkunni. Aron þarf að fara að skjóta, reynir það, tekur innkastið bara í spjaldið. Smá úrræðaleysi hérna. Ja, boltinn fór ekki í hringinn, þetta hárrétt hérna. Þjálfari Skagamanna benda á það, boltinn snert aldrei í hringinn, þannig að hefði leikurinn átt að stöðvast og Villa dæmd á Browning. Browning þá þetta þá Villa númer 2 á hann. Tómas Orri með flestar villur fyrir Sindramanna. Skrítin sending frá Aroni. Þarna fær leikurinn að fljóta. Kristoffer heppinn þarna kannski. Og þetta algjörlega galin spilamennska hérna. Og það bara hópskipting hjá Skagamönnum. Og skipta sýnist mér bara það frábærlega gert. Kristoffer Klóver kvittar aðeins fyrir þetta þarna, en þetta nú svona hlutur sem kenndur ansi snemma á ferlinum hjá körfuboltamönnum, að þessar þversendingar og á allavega undir eigin körfu eru algjörlega bannaðar. Aron og Nestor og Daði teknir út af.
Í þeirra stað koma Tómas Andri, Davíð Alexander og Þórður Freyr. En þarna var villa dæmd á Kristoffer Klóver. Ismael með flotta sendingu, Anders reynir að búa sér til plás, fer í krókinn, gengur ekki, kemur Þórður Freyr. Fær hindrun hérna frá áspyrni, Þórður út í hornið á Davíð, Davíð fer í þristinn, aðeins og stuttur. Patrik með frákastið. Skagamenn á að komast tilbaka en Ismael fer í árásina, reynir sendingu, þversendingu sem að Þórður Freyr les. Boltinn fram á Davíð. Davíð á Kristoffer. Aftur á Davíð. Fær hindrun frá Áspyrni. Áspyrn kemur séðan og býður honum hindrun ára. Tómas. Tómas, Áspjörn, reynir hann, búið sér til plás, gengur ekki og villa síðan dæmt hérna á Tómas Andra. 22 stiga munur. Sindramenn að fara að sigla þessu í róleitum heim, að leita út fyrir það á svona síðar hluta fyrsta leikluta að Skagamenn ætlaði að vera inn í þessum leik en svo komu þarna 5 mjög klaufaleg stig sem að Skagamenn hreinlega gáfu Sindramönnum í upphafi annars leikluta sem að bara eiginlega sneri leiknum aftur algjörlega við og Sindramenn hafa ekkert litið öxl síðan. Browning nær ekki skotinu þarna, Anders á Tómas. Sendingin yfir Ismael, fer í árásina, Þórður Freyr brýtur á honum, þetta er á gólfinu. Þannig að það er bara innkast. Ismael á Browning, Browning setur hann út. Boltinn gengur gríðarlega vel, Patrik Áspjörn á móti honum, bakkar hann inn, fín gapring, fer í skotið, heitir ekki, Kristoffer með flott frákast, Þórður fær hindrun frá Áspjörni, lettur hann út á Áspjörn, Áspjörn fer í þristinn, aðeins skakkur, frábært frákast og já, Tómasi skilar þessu síðan niður. Ismael fer í árásina, flott skot, heitir ekki, Áspjörn með frákastið. Þórður Freyr síðan hér á Tómas, Áspjörn aftur opinn, fer í þristinn núna aðeins og langur og haltrar hérna síðan tilbaka og Áspjörn og óíþróttamannsleg vill að dæmda á hann. Heldur hann hefði nú bara vilja fá stopp. Og sýnist nú öllu að Hugo Salgado sé ekki alveg sáttu við þetta. Því hvort að Áspjörn hefur mistið í sig eitthvað þarna lent. Hann virðist alltaf að harka þetta af sér þó Áspjörn en já, Salgado ekki sáttur, reyna að rökra þetta við dómara leiksins. En þessu verður ekki breytt, virðist vera. Og Patrik öruggur núna, skipting Ismael fer á velli, Sigurður kemur inn á í hans stað. Sigurður fær boltan hérna úr innkastinu, Anders og Patrik á að ráðast núna á Áspjörn sem er á öðrum fætinu. Sigurður hætti við skoti, Browning, Kristoffer til varnar, Browning í erfitt skot, ekki séns, fínasta vörnarna. Tómas á Áspjörn, hann á Davíð, Davíð fær hindrunna, Áspjörn snýr inn að körfinni, leggur þetta. Fínasta vörn á Patrik, gerður þetta aðeins erfitt fyrir. Áöppinn að Áspjörn, hins vegar Browning á Sigurð.
Sigurður með slaka sendingu, Tómas nær ekki boltanum þó. Patrik í þristinn, beint ofan í gríðarlega mörg vopn sem hafa úr að spila. Hoppfinningar. Þórður Freyr fær hindrunna, sendingin út á Ásbjörn vantar hjálp. Davíð kemur og sækir boltan. Davíð reynir að ráðast á körfuna, þetta mjög erfitt og upp í stöðurnar og innkast og Nestor kemur þá inn á fyrir Tómas. Sundarmenn 25 stigum yfir. Hér að 5 mínútur eru liðnar á síðara hálfleik. Browning, gríðarlega snöggur hérna, Patrik og hvað dæmt hér og tveggja, það bara karfa góð og villa dæmt á Kristoffer Klóver. Þetta sennilega þriðja villan á hann eða hvað? Nei. Já, nú eitthvað tölfræðin að klikka sýnist mér. Þannig að það var nú alveg klárt mála. Hann var allavega að koma eina áður en hann fekk þessa villu en samkvæmt tölfræðinni þá var þetta fyrsta villan hans. En eflaust leikskýrslan rétt og þá Tómas að fá sína 4. villu hérna og Birgir Leó kemur í hans stað. Ásbjörn, býsir til plás, Nestor, nær ekki þessari sendingu, Kristoffer fyrir þristinn í horninu, hittir ekki, Patrik, heppinn að missa boltan ekki út á þarna, frábær sending frá Browning, Birgir Leó í þristinn, svona sókn hefði þurft að klárast með körfu, allt gert alveg frábærlega fram að skotinu, Þórður í flott skot og stutt, nær frákastinu sjálfur og sendingin ekki nógu góð. Þórður Freyr ekki ennþá kominn á, hann kominn á blað, hann skoraði á 2 víti í fyrri hálfleik. Kemur Anders af velli hjá Sindra og Árni kemur inn á í hans stað, Árni Birgir. Browning, Sigurður, gríðarlega góð hreyfing og kraftur í öllum aðgerðum, frábærlega gert hjá Detrek Browning, rosalega kraftmikið dræf upp að körfunni og alveg einstaklega mjúkur í kringum hringinn og skila vítunni niður. 31 stigs munur núna. Þórður, en Sigurður lætur hann ekki í friði. Menn í hörku formi og skipting Arþór og Alex að koma inn á fyrir Skagan. Og það Ásbjörn og Þórður Freyr sem að fara að velli. Davíð er hann á ringkastinu, Arþór, þetta gerir hann vel, splittar hérna Nestor í þristinn, hittir ekki, en vel útfært sókn hjá Skaganum. Nestor fínasta þriggjastagskytta, þó hann hafi ekki hitt þessu, skreflíkt af þessu hjá Patrik, ekki mikið fyrir að dæma skrefin, dómara leiksins. Patrik í þrist, hittir ekki, Sigurður í baráttunum frákastið, Nestor slær hann úr höndunum á honum og út af. Haukamenn komnir aftur yfir í Hveragerði, leiða með 7 stigum þar. Skallagrímsmenn aðeins að sigla fram úr Selfyssingum á heimavelli. Browning á Sigur, fær hann aftur. Alex Tristan til varnar, kemst fram hjá honum, sendingin undir og virkilega vel klárað. Birgir, nei ekki var það Birgir, Árni Birgir
sem að, og það er leiklið sem að Skagamenn taka 33 stiga munur hérna þegar að 3:31 er eftir af þriðja leikluta. Það er aldeilis dregið í sundur með liðunum. Það er kannski eitt sem að má taka svona bjartan punkt, ljósan punkt út úr þessum leik hingað til, að Skagamenn er að fá 15 stig af bekknum gegn 8 stigum af bekknum hjá Sindra. En þetta er nú eiginlega líka það eina sem að hægt er að telja og svona kannski sem er lýsandi fyrir leikinn, að Skagamenn hafa skorað 3 stig eftir tapaðan bolta hjá Sindra, en Sindramenn búin að skora 22 stig eftir tapaðan bolta hjá IA. Það er erfitt að keppa við svoleiðis þegar að menn er að tapa boltanum svona mikið eins og Skagaliðið er búið að vera að gera. 16 tapaði boltar hingað til. Auðvitað er það að hluta til svona merki góðan varnarleik Sindramanna og ekki síst pressuna sem að hefur skilað mörgum stolnum boltum. En það sjáum við að menn fá bara ekki nokkurn einasta frið. Davíð inn á Nestor, Árni Birgir í honum, Kristoffer nær þristinum, hittir ekki, aðeins skakkur, Arthur nær frákastinu, ætla sér upp, og óíþróttamannsleg villa dæmd á Arthur. Óheppinn hérna, rauninni fínt frákast, góð barátta, ætlaði að stinga honum niður einu sinni áður en hann færi upp. En önnu óíþróttamannslega villan sem að Skagamenn fá á sig í leiknum. Og Árni setur bæði vítin niður, svo fá Sindramenn boltan. Já, ég held að sé alveg óvægt að ímynda sér að Sindraliðið verður í baráttunni að fara upp í úrvalsdeild. Það ári sigurður með stutt þriggjastigaskot og villa dæmd á Árna. Það er Davíð nær að losa sig hérna frá Sigurði og Sigurður djöflast í honum aftur tvisvar sinnum, eiginlega nákvæmlega eins. Davíð vill meina að hann hafi slegið í hendina á sér. Skipting, Aron Elvar kemur inn á fyrir Davíð Alexander. Nestor nær að losa sig hérna. Fer í árásina, erfitt skot, Arthur nær frákastinu, hótar skotinu og villa dæmd. Nær ekki að klára það þá. Og villan á Árna Birgi. En Arthur fær 2 vítaskot. Arthur kom með 6 fráköst.
Fara 3 sóknarfrákast. Já, öryggið uppmála á línunni. Kemur Browning. Skagamenn fá ekki mikinn tíma til þess að hvíla sig. Þeir eru komin tilbaka. Birgir Leó með þristið, hann dansar upp úr. Nestor með frákastið. Aron fær hann síðan. Kristoffer Glover á Arnþór. Hann á Alex Tristan. Á Aron. Gengur erulega, 5 sekundur á klukkunni. Kristoffer í skoti, virkilega fallegt skot. Minnka munni 30. Patrik er smá kæruleysislegt þarna en þetta bjargast. Alex Tristan. Hann snerti boltan hana. Sigurður með frábært skot, gengur ekki þó. Árni með frákastið. Út á Browning. Hann nær skotinu síðan og eigin frákasti hittir ekki. Enda með í fanginu á Nestor. Og uppinni hana. Og Alex fer í þristinn. Alex með fallegt, þriggjastiga skotið og beint honi. Já, það koma svona glefsur og glefsur hjá Skagaliðinu. Alex Tristan með sína fyrstu körfu í kvöld. Nú var aftur skrifalíkt. Nestor með fína vörnanda. Nestor síðan á ferðinni. Aron er með honum. Nestor klárar alla leið sjálfur. Þetta er 1 stig. Kaflinn hjá Skagaliðinu núna. Skorlega séð. Sér konum með 7 stig í röð. Eða 8 stig í röð. Já, en að Browning fær hindrunna. Patrik stígur inn fyrir línuna. Hittir ekki, en enn eitt sóknarfrákastið. Og enn er að berja stuða. Nestor nærði síðan á endanum. Nestor á Kristoffer. Kristoffer fer í þristinn. Hann dansar upp úr maður. Þetta var hansi nálægt í að detta á hann í. Og Birgir reynir að stoppa rönnið. Gengur ekki en Árni gríðarlega grimmur hérna í frákastunum núna. Og endar úti á Patrik. Þetta er hansi skrautlegur körfubolti núna. Nestor nær ekki í frákastunum. Birgir brotið á honum. Já, fínasti kafli núna. Búin að minnka munin er í 25 stig úr 33 og Sindramönnum gengur ekki að stoppa þetta áhlaup. Jú, annað koma. Kemur skot frá Aroni að löngu færi til að ljúka þessum þriðja leikluta. Ágætis endir hérna á þriðja leiklutanum hjá heimaliðinu. Náða minnka munin örlítið. En Sindramenn svo sem aðeins stíga af bensínu annars lagið. Unnu þó þennan fjórðung 21-14. Það við förum aðeins yfir. Já, stigaðustu menn. Kristoffer Khalid Glover með 21 stig hjá Skaganum. Detrek Markval Browning með 26 fyrir Sindra. Patrik John með 25, Anders Gabriel með 12. Aðrir minna. Daði Már og Nestor Elijah með sikkur 7 stigin hjá Skaganum. Það er enn og aftur er Nestor að skora langt undir meðaltali hérna á heimavelli sem að mér finnst mjög áhugavert að hérna það er einhvern veginn að hittast á að annarkvot leik er hann að skora yfir 20 stig og það eru hittist þannig á einfallega, það eru bara leikirnir á útöðli. Í öðrum leikjum það eru Skallagrímsmenn með 8 stiga forskot. Já, þegar að fjórði leikluti er svona, við erum búin að 3 mínútur rúmar
og erum með 8 stiga fórskot á Selfoss 74-66. Álftanes 4 mínútur eftir þar, staðan 103-85 fyrir Álftanes gegn Hrunamönnum og Haukar konu með örugga fórustu núna fyrir 4. leiklutan í Hveragerði þar sem að staðan er 71-58 fyrir gestina. Hér er staðan 78-52 og 1 leikluti eftir. Sindramenn komnir inn á Browning og Patrik fá báðir smá hvíld. Birgir, Sigurður, Ísmael, Árni og Anders fyrir Sindra. Kristoffer, Nestor, Arnþór, Alex Tristan og Aron Elvar fyrir Skagan. Og það er Nestor með innkastið. Kristoffer. Já, Nestor. Kemur Aron upp úr hindrunum. Kemur og kemur Nestor hindrun. Ismael til varnar, Nestor gerir þetta virkilega vel en ekki honi, hann er frákastinu og blakar svoni. Þetta var vel gert hjá Nestor. Nú er það Ismael, Alex til varnar. Sigurður á Ismael, Alex lætur hann ekki í friði og brýtur á honum síðan. Já, að gera láta menn finna aðeins fyrir því og hafa fyrir því. Ég held að Skagamenn geti alveg tekið það með sér út úr þessum leika. Það er ekkert verið að gefast upp þó að staðan sé erfið. Þannig að Ismael inn á Anders. Anders með Arnþór fyrir aftan sig. Birgir fer í árásina. Frábærlega klárað hjá Birgir Leó. Kraftur í þessum strák. Kristoffer. Já, Alex, Birgir truflar hann og setur boltan út af. Kristoffer biður hindrun, býður ekki eftir henni, ræðst á körfuna og það hefði nú brotið á honum og það er 2 skot. Það kom að því að hann misnotaði víti. Kristoffer Klóver. Seinna stutt misnota bæði. Gerir þetta almennilega, víst hann er að klúra þessu annað borð. Árni, þetta var skrítin spilamennska þarna. Aron fer á fulla ferð. Setur hann af spjaldinu, aðeins og fastur þarna. Það var að fara í einhvern bortennis sýnist mér hérna. Birgir upp að körfunni. Artur gerir vel í að trufla hann og innkast sem að Skaginn á. Þetta er svona ansi vilt akkurat í augnablikinu. Það er að Nestor, 2 á honum. Nær ekki að finna Arnþór hérna meðan hann var laus. Vel gert hjá Aroni og Arnþór ekki nógu grimmur að grípa boltan hérna. Missir hann, Sigurður. Vel lesið hjá Alex Tristani. Alex hægir á sér, setur hann á Nestor. Aron kemur sem trailer hérna, hótar skotinu. Kristoffer fer á stað, leggur hann honi. Ágætlega gert. 80-56, Sigurður lauma sér hérna aftur fyrir Skagamenn, menn ekki alveg með á nótunum. Davíð Alexander og Davíð Már gera sér klára að koma inn á fyrir Skagan.
sem og Erlendur hjá Sindra. Kristoffer missir boltan frá sér. Ísmael fram á Sigurð. Sigurður yfir í hornið á Birgir í þristinn, hittir ekki og Aron átti þetta frákast og brotið á honum. Árni Birgir að fá sína 4. Þá skiptingin og Alex kemur af velli, fínasta innkoma hjá honum. Arthur kemur einnig af velli fyrir Daða. Daði átti fína innkomi hérna í fyrri hálfleik. Davíð, Anders til varnar, Nestor kemur upp og færa hann. Nestor missir hann frá sér aðeins. Nestor með frábæran snúning, erfitt en frábærlega klárað hjá Nestor. Virkilega smekklega gert. Og þetta var 5. villan á Árna. Þá getur hann farið í að baða sig fyrir ferðalagi heim. 2 villur hérna á stuttum tíma hjá Árna. Nestor stuttur en árangursríkur. Klárar þetta. Þórður Freyr kominn inn á einnig. Það er ungt lið inn á hjá Skagamönnum núna. Ísmael langaði í skotið, hætti við. Erlendur aftur á Ísmael. Sjáum að Patrik er með Davíð Alexander á sig núna í vörninni. Þannig að aðeins stærra munur. Sigurður með áhugavert skot. Þarna er smá ruglingur hjá dómarunum. Með herðist hann flauta í flautuna af því að boltinn snert aldrei hringinn. Nestor, Þórður opinn í horninu. Kemur hérna inn að körfunni. Frábærlega gert Þórður Freyr Jónsson. Skora sín fyrstu stig hérna í opnum leik. Og stutt skot. Anders og brotið á honum. Daði brýtur á honum hérna. 21 stigsmunur núna. Og það er smá verið að ræða við núna á bekknum hjá Ía. En allt leyst í mesta bróðurinni. Og það er Anders alveg tandurhreint hjá honum. Seinna ekki eins reynt en Boni fór hann samt. Anders ná kominn með 14 stig. Frábærlega gert hjá Davíð en engin villa. Já, virkilega vel gert. Hann hætti við, sá að sér. Dómari leiksins ætlaði ekki að fara að taka þetta á hann. Hann sá viðbröðin hjá Davíð. Þau voru hjartnæm. Og innkast dæmt. Anders út á Sigurð. Ísmael í þristinn of langur. Davíð með frákastið. Og keyra Skagamenn upp. Þórður, hann langar í þristinn. Tekur hann, setur hann beint ofan í. Þórður Freyr að koma hérna vel inn í fjórða leiklutanum. 20 stiga munur núna. Ísmael á Sigurð. Þeir eru snöggir fram. Erlendur í þristinn. Hann er of langur. Davíð með frákastið. Vantar hjálp, finnur Þórð. Þórður gerir vel, Aron í þristinn. Þetta er hann í! Frábær kafli hérna á Skagamenn. Er búið að minnka munin í 17 stig. Hvað ætlar Ísrael Martin að gera? Ætlar hann að endurskoða liðsuppstillinguna hjá sig núna? Ætlar hann að hleypa Skagamenn meira inn í leikinn? Anders í vandræðum, Aron með frákastið og innkast sem að Skagamenn eiga. Þetta kannski eru Sindramenn kannski aðeins og væri kærir hérna. Skagamönnum er að takast að svona mjatla sig inn í leikinn hérna í rólegheitunum. Þórður fer í árásina út á Davíð Alexander. Hann fer í þristinn núna. Hæroni líka, þeir eru allir að hitta núna Skagamenn.
Munum við 14 stig, ég á ekki orð hérna. Og Ísrael Martin ennþá, þó Páll rólegur hérna á bekknum. Við erum að tala hérna fjóra kjúklinga á samt einum erlendu leikmanni og spjaldið honni. Menn verða að kalla þetta, þá ekki að telja, ef menn segja það ekki. Nestor, langar hann ekki í þristin líka? Daða langar það, Nestor með fína snúning, Nestor brotið á honum, að munar engan fara honni þessi. Það er bara Nestor og kjúklingarnir hér. Já, gegn nokkuð sterkri uppstillingu, já, Sindra, það verður nú bara að segjast eins og er. Þeir eru þarna 3 af byrjunliðinu að spila gegn þeim. Nestor setur þetta honni, 16 stiga munur. Nestor að taka með orðinu, hann er komin hérna í 14 stig. Davíð pressar á Ísmael, Ísmael kemst fram hjá honum og setur hann síðan út á Patrik, Patrik fer í þristin, þessi hittir ekki, Nestor með frákast. Nestor þá komið með 7 frákast sýnist mér. Nestor fer í árásina, Daði brotið á honum, Erlendur brýtur á honum hana og Daði fær hálýst Ísrael Martin ekkert á þetta lengur og ákveður að senda Detrek Browning inn á sem og Tómas Orra. ætlar hann að fara bara í byrjunliðið aftur. Sýnist það Sigurður fer af velli og Erlendur. Já, en víst ekki alveg á blikuna. En frábært að sjá að Skalið er ekki tilbúið að leggjast kylli flatt hérna. Þetta er hressandi á svona föstudagskvöldi. Og Daði setur bæði niður, 13 stiga munur. En það eru gaman að sjá hvort að þeir ná að hleypa aftur í lífi í þetta. Aron hérna gegn Patrik, Patrik nota vinstri hendina vel, en Aron með flotta vörn. En ná frákastinu, Anders út á Tómas, hann fer í þristin og nær að slökkva aðeins í Skagamönnum sýnist mér. En þeir eru ekki að ná að stilla upp í pressunu. Daði, ætnundi körfinni, skilar þessu niður. Daði Már komið með, 11 stig samkvæmt mínum útreikningum. Ísmael leggur hann, en nær ekki að setja þetta, skila þessu onni. Það fær hins vegar 2 vítaskot. Það er Daði sem að fær villuna, 3:26 eftir. 14 stiga munur. Haukar er að ná að pakka saman Hamri hér í fjórða leiklutan, staðan er þar 92-68 þegar að Ísmael setur fyrra víti niður. Álftanes vinnur Hrunamenn 114-91 og Skallagrísmenn með 5 stiga fórustu þegar 2,5 mínútur eftir í Borgarnesi. En fínasta endurkoma eins og ég segi hjá Skagaliðinu hérna í fjórða leikluta og verður forvitnilegt að þó þeir sitji núna nokkuð einmanna á botninum. Aron fer í þristin, hittir ekki, aðeins og langur. Davíð Alexander, þetta var skrítin hreyfing hjá Nestor. Skrítiskot Ísmael á Anders skilar í soni. Jú, þeir koma inn á til að klára þetta og leikli sem að Skagamenn taka þegar að 2:53 er eftir. Það er Kristoffer Klóver sem er stigaðastur Skagamanna núna með 23 stig, Nestor með 14, Daði 11, Aron og Þórður Freyr með sitt 7. Hjá Sindra er það Browning með 26 stig, Patrik 25 og Anders 14. Sigurður með 8 og Tómas Orri 7.
Patrik að auki með 12 fráköst, Anders með 9, þar liggur stór hluti af muninum. Ísmael hjá Sindra með stóðsendingahæstur með 5 stykki. Selfyssingar að minnka munin hérna gegn Skallagrími, þar munur núna 3 stygg, 2 mínútur eftir. En já, ég nokkuð vissum að Sindramenn heldur að þeir gætu bara að fara að slaka sér. Og virkilega gaman að sjá svona lífsmark. Skagamenn að vinna síðasta leiklutan hérna 24-16 eins og staðan er núna. Davíð á Nestor. Nei, hann hafði ekki nóg pláss þarna. Aron býður sig 10 sekundur á skotklukkunni. Nestor með Patrik í grímunni, setur hann yfir hann bara. Já, þá kemur pressan hjá Skagamönnum. Ísmael. Aron pressar á hann. Browning upp að körfunni og bara þá er ekkert að spyrja að því. Því líkt smúð hérna, Þórður Freyr í þristinn, Beintóni eins og áðan, nákvæmlega sama stað. Þetta er Fjölnir Þórðar, það er bara klárt mál. Gríðarlega falleg skot. Þess að ég kom inn á fyrirleik, Þórður Freyr með flesta þryggjastega tilraunir í Skagaliðinu á þessu tímabili. Hann er að nýta þær hérna núna. Ísmael upp að körfunni, flott skot, Beintóni, vel gert. Eikur munin í 17. Nestor. Davíð fyrir árásina, fær villuði að dæmda á Tómas. Og innkast. Nei, það er skotréttur. Davíð Alexander fyrir á línuna. Þryggjastega nýtingin hjá Skaganum er nefnilega bara ansi fín í þessum leik, 36% heilt yfir, 9 af 25 gegn 27 hjá Sindra. En það er svo blekkjandi og vítanýtingin einnig betri hjá Skaganum. Það er tveggjastega nýtingin sem er að stríða Skagaliðinu. Aron. Þórður Freyr alveg gapandi frýr hérna út á hægri kantinum, þar sem hann vill vera. Davíð á Aron. Nestor vill fá hann, fær hann ekki. Davíð fer fram hjá Ísmael og brotið á honum. Það er Ísmael sem hefur tekt sig í hann. Davíð setur þetta niður, minnka munni í 16 stig, staðan 184. Gott ef þetta er ekki að þeirra skila sínu hæsta stigaskori hér, Skagamenn. Nei, ekki alveg komnið þangað. Skoruðu 87, nei, þeir skoruðu 101 gegn Hrunamönnum. En með því betra. Browning út á kant á Patrik og hann ætla sér nú að bara tróða þessum, en Aron var ekkert alveg á þeim buxunum. Og 50 sekundur eftir þegar Patrik fer á línuna. Jájá, setur bæði niður, 102-84. Davíð
út á Þórð Frey sem fer í þristinn. Þessi var aðeins lokaðari. Nestor með frákastið. Nestor, hann langar líka að skjóta. Finnur Aron með frábæran snúning og skilar þessu niður. Hann bara hissa með snúingi sundur á sér öklan í þessu. Þetta var það vel kraftmikið. Tómas Skillerson í. En þegar að Skalið spilað svona óttalaust eins og það var gert hérna í síðasta leiklutanum, þá býr bara hellingur í þessu liði. Verð bara að segja svona framan af leik, stóran hluta þessu leik, þá virkuðu bara hálf svona smeykir. En þetta óttaleysi, það er eitthvað sem við viljum sjá að menn taki áfram. Og Browning lætur bara tíman líða. Skemmtilegu leikur og öllur á botning kvöld hér í kvöld á Íþróttahúsinu Vesturgötu. Býrfugna búin eins og það er einhvern tíðan kallað. 88-104 eru loka tölur og rétt árunum við ljúkum eins og ætla að fara yfir svona stigahæstu menn. Hjá Skaganum var það Kristoffer Klóver með 23, Nestor endaði í 16, Daði Már með 11, Þórður Freyr 10 og Aron Elva með 9. Hjá Sindramönnum var það Dedrek Browning með 28, Patrik með 27, Anders með 16, Tómas Orri 11, Sigurður Guðni með 8, Patrik með 2x2, einnig með 12 fráköst. Einn það að vera með 2x2 hér í dag, en já, þá förum við nú bara að segja þetta gott. Þakka þeim sem voru með mér í þessari útsendingu, Snorri Kristlisson sem að stjórnaði henni og Elvar á myndavélinni og Örn Arnarsson heiti ég og þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Þangað til næst. Mér heyrist að það sé körfubolti líklega á þriðjudagskvöldi þegar Skallagrímur kemur í heimsókn hérna og þá væntanlega verður hann kominn með leikheimildi Hendrik Engelbrekts í liði Skagamanna, en þangað til allavega bið ég ykkur vel að lifa og farið nú vel með ykkur og farið ævanlega varlega, sérstaklega núna á næstu dögum. Takk hérlega fyrir okkur.